Vatn á sér hvorki upphaf né endi í náttúrunni. Það á eilífri hringrás. Á yfirborði úthafanna, gróðri, mönnum, dýrum, ám og vötnum á sér stað uppstreymi raka. Í lofthjúpnum þéttist rakinn og verður að skýjum. Íslenska vatnið eitt það frægasta í heimi. Svo frægt og mikilvægt það að það ekki hægt að komast að uppsprettu þess nema á sérútbúnum bíl. Ég vil meira vatn, langar mest í Gvendarbrunna. Gef mér ískalt vatn, dugar minnst ein tunna. Hvar erum við stödd? Við erum stödd í Gvendarbrunnum sem eitt af vatnstökusvæðunum okkar hjá Veitum. Við erum að nota kannski svona 2-3% af vatninu sem að renna hérna undir í grunnvatnsstraumunum okkar. Þannig að við erum að taka mjög lítið. Þess vegna þetta sjálfbær auðlind. Tíminn eins og vatnið? Tíminn og vatnið renna veglaust til þurrðar inn í vitund mín sjálfs. Ok. En hvað finnst ykkur vatn sem selt í flöskum? Það svo sem bara, það fólk má alveg kaupa vatn í flöskum. Ég sá einhvern tímann að það væri dýrara en bensín, líturinn af vatni á okkur bensínstöð. Þið seljið svolítið mikið af vatni í flösku, það ekki? Alveg gífurlega. Og hver mest að kaupa þetta? Það eru bara túristanir. Þeir eru alveg koma hérna bara í tonnatali. En látið þið þá vita að þeir geti drukkið vatni úr krananum? Nei, við höfum ekkert verið neitt að spá neitt í það sjálf, sko. En þrátt fyrir óumdeilanleg gæði íslenska vatnsins bjóða stórmarkaðir landsins upp á norska klaka. Og spurningin því, eru þeir geggja góðir? Hérna erum við með, annars vegar íslenska klaka og norska. Við ætlum að sjá hvort við finnum einhvern mun. Þannig byrjum bara kannski á þessum. Ok, má sjá. Sleifir. Já, klakar eru sleifir, en klakar eru dálítið góðir. Ég hrifna klökum. Það er ferskir. Já, það svo smakka hinn. Býttu við. Þessu svona aðeins sterkari. Ekki bragð. Ég held ég velji þessa. Hvað þá? Það er íslenski klakinn. Ertu rugglaði? Þetta var svo dorski. Þar höfum við það. Norsku klakarnir eru betri á bragðið. Sorry. Þetta er landráð.